Komiði sæl, við erum hérna komin í auka þátt af Myrka Íslandi og hér með mér ekki Anna Dröfn. Ég er með handrit sem stendur hér við Anna Dröfn. Já, ég get líka kannski bara leikið Anna Dröfn. Já, það er rosa mikið pressa. Já, en það vantar líka Heklu. Já, og ég lofaði henni að þú myndir standa þig. Já, þetta er ekki smá pressa, pressan er gríðarleg, ég veit það. Já, þetta er rosalega erfitt að fulfilla þetta, sko. Já, og við ætlum að líka tala íslensku. Já, við ætlum að tala íslensku, afsakið. Ég er nefnilega alltaf, já. Því þetta er þess að varamaður eftir við sendum Önnu Dröfn aðeins í veikindaleyfi og hann spurði hvort hann ætti að undirbúa sig. Nei, engin undirbúningur, það er bara rosalega spenntur og hissa yfir þetta sem ég segi. Og ég lofaði að við myndum tala eitthvað ógeðslegt. Já, og ég er bara almennt mjög spenntur og hissa yfir öllu sem ég segir, sko, þannig að þetta er eiginlega bara fullkomið. Já, það er rétt. Og þið hefur aldrei dreymt að vera með. Já. Þú ert með spurningar oft úr sal þegar þú ert að hlusta á okkur, þannig að þetta hentaði ágætlega. Þetta er svona draumur að rætast. Já. En við erum svo búin að gera 2 seríur. Við hefum gert þetta svona í seríu, kerfi, af því að það annars er ómikil pressa að vera stanslaust að gera upp 1 þátt í viku, ég er það ekki við svona pressu. Þannig að það eru komnir þessar 20 þættir inn á Spotify. Ég veit ekki hvort þú er búin að hlusta á alla. Þú átt engan tíma, ég veit það. Nei, en við erum svona að fara yfir drauga, pestir, eldgos, hörmungar, morð, eitthvað svona skemmtilegt sem mér finnst áhugavert. Af því að þegar ég var krakki þá las ég Öldin okkar. Gerðu þú það? Já. Ég las Hver gerir það? Já, nákvæmlega Öldin okkar og ég las líka Annálana, sko. Já. En það var enga myndir í því samt. Nei, jú, einhverri útgáfu, sko, sem var rosalega svona flott, svona blýantstekning. Og alveg mjög dimmt og dark, sko. Já. Það er alveg Já, mér fannst þetta rosalega skemmtilegt. Og ég man alltaf eftir myndinni af líkonum á Púrku og Pa. Mér fannst hún einhvern veginn svo mögnuð. Við hefum tekið það mál fyrir reyndar. Einmitt. Og fengum að birta þá mynd sem er í eigu Héraðsskjalasafnsins, langar með að segja. En hví erum við hér? Í þessum auka þætti? Gaman að skuli spyrja. Já, ég er mjög spenntur. Já, það er vegna þess að í nútíman og það gerist allt á samfélagsmiðlum. Og til þess að fanga athygli fólks á samfélagsmiðlum þá þarf maður myndefni. Þannig að ég tók upp á því að skaffa mér sérpantað myndefni. Af því það er ekkert mikið til af ótrúlegt en satt, það er ekki til neinn portrettmynd af axlabyrni til dæmis. Þú veist, hann var ekkert að sitja fyrir 1600 og eitthvað, 1500 eitthvað. Þannig að ég fékk listamenn til að gera þetta og til þess að gera eitthvað meira úr því. Við erum búin að fá nokkra skemmtilega myndir og ég sagði bara, getum við ekki gert eitthvað meira úr þessu? Getum við gert myndlistasýningu? Og við sóttum styrk frá uppbyggingasjóði sem er fullkomin tilviljun að þú sért maður sem vinnur þar. Já, það er fullkomin tilviljun. Það er í alvöru, það er fullkomin tilviljun. Það hljómar eins og þetta væri háð, en það er það ekki. Nei. Þannig að þú ert bara hér sem áhugamaður um ógeð. Já, áhugamaður um ógeð og sögu og bara aðdáandi ykkar. Já. Þannig að þú ert, við fengum leyfi til að hafa þig. Já. En við fengum þessa styrk til að gera myndskreytta sögustund fyrir Myrka Ísland. Sem er inni fólst í því að við ætluðum að fara eða ég ætlaði að fara og halda fyrirlestra, segja sögur leið og það yrði opnaðar myndlistasýningar hér og þar á nokkrum stöðum á Vesturlandi. Þessir 2 strákar sem ég hef verið að fá til að gera fyrir mig myndir eru báðir fæddir 2004 sem er eiginlega bara í gær. Já, það er eiginlega hrikalegt hvað það var mikið í gær, sko. Já. En og ég er svo miðaldra að þú veist, ég þekki þá náttúrulega eiginlega ekki nema ég þekki mæður þeirra. Já, ég er eiginlega bara stundum með ömmunar, sko. Nei, en ég veit samt alveg hverjar mæður þeirra eru, sko. Já. En þessi aldur þá er bara að vera. Ég veit það, já. Við förum að detta í það. Já. Þannig að það eru sem sagt Lúkas Guðnason og Sigurjón Líndal Benediktsson sem er alltaf kallað Jónsi. Já.
Og þeir hafa gert fyrir mig bara eitthvað svona, stundum fá þeir mjög nákvæmar lýsingar og stundum fá þeir bara svona frjálsari hendur. Og stundum eða mjög oft bara vissu þeir ekki hvað efnið var, skilurðu. Já, ok, það. Já. Þeir, þú veist, höfðu ekkert heyrt endilega það sem að ég var að biðja sko. Þó að mér finnst að vera eitthvað svona sem allir ætti að vita. Já. En það, eins og ég segi, krakkar sem eru bara rétt búnir í grunnskóla, þeir eru ekkert endilega með söguna á axlabyrni á hreinum. Sko. Nei. Og og það eru kannski var bara ég skrýtin sem ég úlingur. Já, ég vissi þetta. Ég var eitthvað svona réttlæta, bara kannski eru þeir bara á þeim aldri, nú voru þeir uppgötað þetta. Já, kannski, en kannski bara á eftir að segja þessu sögu. Já, svo það náttúrulega líka, sko. Já. En af því að það er plága í gangi, þá erum við ekkert að fara á rúndinn að safna saman fólki. Þannig að í staðinn erum við komin fyrir frá myndavélar og ætlum að láta þetta í rauninni bara vera í rafrænt og við fengum strákana í KB, kvikmyndafélagi á Borgarfjarðar með J.E. og þetta verður kynnt bara á hverju sýningu fyrir sig, af því að myndirnar geta alveg farið. Já. Það er alveg að fara í Safnahúsið, í Borgarnesi og svo fara þeir út á Akranes, svo fara þeir sennilega upp í Snorrastofu og Vínlandssetur og Frystiklefann. Já. Með fyrirvara breytingar á, þú veist, það er ekki þetta skipuleggja. Nei, og ég bara tek undir það í vinnu minni, sko, það er ekki hægt að skipuleggja neitt. Nei. Það eru allir með bara eitthvað, þú veist, önnur plön núna bara til þess að komast í gegnum hlutina. Já, en þú ert náttúrulega ekki besta starfinu að skipuleggja menningarviðburði. Ég er svona meira í því að vera svona öxlin til þess að gráta og segja þetta verður allt í lagi. Ég get ekki borið ömmu minni. Já, nákvæmlega. En þetta verður ég ætla allavega að sýna þér nokkrar af þessum myndum. Já. Og en þá förum við einmitt yfir í galdrabrennur. Já. Og það er einmitt þessi mynd sem að Jónsi gerði. Já. Og ég sagði hana með mitt að það yrði að vera við erum að tala um íslenska brennu, það sem eru ekki stórir það er ekki stórir trétrumbar. Mögulega bara stólpinn sem var bundið við, en svo er þetta bara svona hrís. Þetta er bara svona og ég veit ekki hversu það fóru 2 þættir í þetta hjá okkur, af því þetta er rosa flókin mál. Þó að brennuöldin á Íslandi hafi í rauninni bara verið ykkur 40 ár, þar sem var verið að taka fólk fyrir og brenna 20 manns enduð á bálinu og nánast allt kallmenn. Já, sem þetta var ekki bara ein kona. Já, það var bara ein kona og það er mjög skrítið og það er búið að reyna að finna alls konar kenningar það, af því að Íslandi var þetta oft svona þeir sem að kunna skrifa og þeir sem voru eitthvað svona kukla í eitthvað svona, það voru yfirleitt menn. Já, þeir hafa bara lærið. Já, af því að það var oft verið eitthvað svona að reyna að hanga fólk á því, já, hann er með galdraskræðu, hann er með einhverja stafi eða einhverja þulu, eitthvað sem hann var búinn að skrifa hjá sér. En þetta þetta byrjaði á Ströndunum og var eiginlega bara bundið við Vestfirði. Og það er eiginlega ekki hægt að segja að það hafi ríkt neitt galdrafár á Íslandi nema mögulega á Vestfjörðum. Já. Það var eitthvað, svona Vestfirðingar eins og. Já, en ég held að nú til dags fólk segir svona, já, það var eiginlega bara svo mikið þunglindi og eitthvað svona, en ég meina það er ekki þrengri firðirnir þar heldur en á Austfjörðum. Nei, nákvæmlega. Og þar voru eiginlega engin mál sem kom upp. Já, og kannski bara föttu Austfirðingar þetta ekki. Nei, það bárst ekki fréttina til það. Nei, bara það segir þér eitthvað að gerast þarna. Já, það er að sprettu svona nýtt hobby Vestfjörðum og Ströndum. Bara velja þennan skrýtna staf og segja þessi galdrakall. Já. Bara því fleiri sem benda á hann, því líklega er hann að losna við hann. Já, en það er aðalega bara, það var þarna embættismaður, einn, Þorleifur Kortsson, og einhverju svona fleiri áhuga menn sem og einhvern veginn svona hlupu upp til hand og fóta þegar að almenningur fekk eitthvað svona hysteríu, já, þetta er rétt hjá ykkur, þetta er örugglega bara, þannig að hann hefur verið kallaður brennuvargur 17. aldar. Og hann hefur verið dæmdur rosalega hart fyrir það. Já. En ég segi bara, þú veist, ég meina það fekk hann einhver til að vera í þessu embætti og það var allir sem kölluðu hann til. Já, köllum að Þorleif, hann er svo duglegur að. Já, en hugsa líka ef þú átt óvinn og og myndirðu velja, þú veist,
gaurinn sem svona rosalega, já, nei, við skulum bara setla hann, nei, viltu meðlega gaurinn sem bara brennur hann, þú veist, á þessu tíma, það vil bara losna við komandi, sko. En náttúrulega svo getur líka bara vel verið að þarna hafi verið, þú veist, einhverjir svona veikleikar eða veikindi í honum sjálfum. Já, hann var mjög djöfla hræddur, sko. Já, það ekki. Já. Eins og það voru bara margir, ég meina, þetta sko, þú veist, 1600 og eitthvað, og kirkjan var bara mjög, það var bara meira talað djöfulinn í messum heldur en, þú veist, það var bara stanslaust verið að ala á einhverjum svona, á djöfla ótta bara. Hugsaðir, kirkjan allan þennan tíma búin að vera bara djöfla dyrkenda. Þeir sem búin að selja þessu hugmynd hvað mest. Já, það var náttúrulega það, þú ættir að forðast, af því að, það kemur það, þú veist, þetta var náttúrulega stjórntæki, sko. Já. Þú veist, að hræða fólk bara þannig, ef þú ert ekki að gera eins og þú átt að vera, þá kemur skrattinn og tekur þig. Já. Þetta náttúrulega, þegar þú hefur ekkert almennilegt lögreglu, þá er þetta bara miklu betra ráð. Já, og náttu bara skrattan. En þessi maður, hann var ekki einu sinni, sko, hann var lögmaður, en hann var klæðskeri. Er það? Já, hann var ekki einu sinni löglætur. Ok, ég hef ekki gert það. Nei, hann var bara einhverjum svona fínum ættum. Já, heyrðu, ég þekki þetta, fatahönnur, drama. Fatahönnur, já, einmitt. Ég sagði einmitt þegar að Anna einmitt klæðskeri. Já. En það var sko, yfirleitt var þetta bara eitthvað svona eitt og eitt mál sem kom fyrir og einhver var brendur svona handa og skemmt. En það kom, síðasta málið í rauninni sem kom upp, þegar þetta var svona eiginlega líðað undir lok, þá gerist það á, í Arnarfirði, í Selárdal, þar sem að, húsið er fína, hans, Já, segðu allt, ég veit ekki hvað það heitir. Samúels Helgas. Já, nei, það er annar. Samúel einhver. Já. Ég veit ekki hver svona hann er, allavega, það er verið að gera þetta upp núna. Já. Hestana og stytturnar og það. Já. Mjög sérstakt, já. Menningarfullur hún að klikka. Já, þetta er á Vestfjörðum. Þetta er á Vestfjörðum, já, þetta er ekki minn fjórðungur. Þú ert afsakaður. Já. Þar bjó þess að Páll Björnsson, sem að var bara, allir í fjölskyldunans voru við sýslumenn, allir kallmenn voru sýslumenn og þessi Þorleifur Kortsson var giftur inn í ættina sem að hann var í og þetta var svona, þú veist, þetta var bara aðallinn. Já. Og Páll þessi hann giftist sem sagt því miður lögmannsdótturinni Helgu Halldórsdóttir og þau eru rauninni bara búa þarna stór búi, áttu 6 börn sem komist upp og hefði alltaf átt að vera í góðu lagi en þetta hjónaband var svona þú veist, stórhættulegt vegna þess að Páll var mjög vel að sér í djöflafræði og mjög hrættur við djöfla og var áhuga maður Nornahamarinn sem er handbók, þýska handbók djöfla veiðarans og hann trúði bara virkilega á það að ill öfl væru allstaðar í gangi og þegar konan hans veikist af einhverjum svona skrýtnum sjúkdómum 1660, það hugsa bara, það er engin önnur skýring en að það sé ykkur sem að vill okkur illt og þetta voru bara svona bæði andleg og líkamleg veikindi, ykkur svona taugaveiklun og ástandi var svo slæmt að heimilisfólki flúði af heimilinu á tímabili og Helga, konan, hún segi bara að það var að maður sem vildi fólk að giftast einni vinnukoninni og ég neitaði, ég sagði bara nei, þetta er honum að kenna og Það er að finna bara einhver afsakanir. Þú veist, eitthvað sem hefði gerst. Hverjum er illa við okkur. Fara í gegnum allt sem hefði gerst bara þetta árið. Já, og hann er sem sagt brendur, sámaður og áður en hann var brendur þá náði hann samt að benda á einhvern annan líka, sem er klassískt. Viðdórsmann. Já, sem bara svona þessi kendi mér allt sem ég kann. Já. Þannig að hann var líka brendur. Það var búið að brenna 2 þarna. En heilsufæri batnaði ekkert. Þannig að það var fleiri. Og voru synirnir líka orðnir veikir og þá voru tekin först þarna einhver mæðgin sem voru vinnufólk og þau hefðu helst unnið sér til saka í rauninni að vera aðkomufólk og strákurinn hafði montað sig af því að þegar þau fluttu að norðan þá hefðu þau komist yfir ár á þess að blotna. Já, og það þarf ekki frekari sannana við á báli með þau. Já, brennum þau, þetta eru stórfurulegt fólk. Já, þannig að það var búið að brenna 4 og þetta fólk var allt bara dæmt í héraði og svo brennt sem var í rauninni ólöglegt. Þú þurftir að áfrýja. Já. En svo var þetta bara stimplað eftir á Alþingi. Sagt bara, þetta var fínt hjá okkur, flott. Og svona eftir á skýring. En þannig að það var í rauninni búið. En hún lifði, það voru alls 6 manns brennt
fyrir þessi veikindi, en hún lifði samt sko til áttræðis, þessi kona, þannig að hún var nú ekki, já, hún var greinilega bara, stóð þetta svona vel af sér. Svo reyndar tók sko dóttirinnar, hún tók svo við, Helga Pálsdóttir, hún fór líka eitthvað, það var sagt hann og hún væri óstjórnlega eyðslusöm, mjög drykkfelld og taugaveiklu kona. Bara minn tebólli sko. Já, hún drap, hún kærði sem sagt einhvern mann sem hét Sveinn og hann var líka dæmdur og hann var dæmdur í héraði og hann var brenndur sem sagt sama ár á leiðinni á Alþingi. Þannig að þeir nefnt ekki með hann alla leið. Og við finnst einhvern veginn þess að þessi mynd sé af honum, síðasti maðurinn bara, þú veist, bara í Ísafjarðardjúpi ykkur á leiðinni og Alþingi bara, getum við ekki bara náðu grísma og sprek og ég hugsa bara á Vestfjörðum var eitthvað til að brenna þarna. Nei, sko, það er nefnilega það sem ég hugsa tíma, einmitt þetta. Þú veist, að tína saman og líka tína saman svona hríslur eitthvað sem ég finna, þetta er svona blautt og brennur rosalega illa. Já, hægt. Þetta hefur verið hrikalegt, þú veist, hugsaður bara hægan kvalafullan dauðdaga, sko. Vonandi hafi bara kafna úr reyk eða eitthvað fyrst. Já, ég vona það, eða bara liðið, sko, lognast út af að sársauka. Nei, þú veist að því ég veit að þeir hafa nú örugglega ekki farið að setja lýsi, þeir hafa örugglega ekki tímt í þetta. Nei, og rekavið brennur ekki vel. Nei, hann nefnilega ekki. Nei, hann er svo fullur af salti, ég held að ég hef heyrt að... Já, fullur af salti og bara svona hertur bara, já, ég hef allavega heyrt þetta. En þarna allavega eftir þetta, þessi maður, sem sagt, reyndist vera síðasti maðurinn sem var brenndur. Já. Og vegna þess að þá kom líka, þú veist, danska stjórnin sem bara, herðu, nei, nú kom það þessum aftökum, sem að bara fólk sýslumaður dæmir og lögmaður dæmir heim í hérað og þeir brennið hann bara strax. Já. Þú veist, það þarf að áfrýja og eitthvað svona og það loksins kom í rauninni í framkvæmd og eftir það loknuðust þessi mál flest út af, sko. Og var þá ekki, þú veist, bara leiðir eftir mig, langt fyrir mig, sko, eða veistu það, sko, var þá ekki galdrað fárað að vera búið? Jú, það var í rauninni búið, já. Þeir voru bara krakka mínir. Kom bara með haustskipinu til okkar og bara, löngu búið, sko. Við erum að missa af. Já, þetta alveg magna, sko. En þetta var í rauninni ekki, sko, já, það er talað með þetta náði ekki einu sinni öld, sko. Þessi 17. öld, hún er ekki einu sinni galdra öld. Þú veist, Ólína Þorvar, hún segir bara svona, köllum þetta bara brennu tíma, eða þú veist eitthvað. Og það var í rauninni ekkert verið að galdra meira áður. Og það, fólk hætti ekki að eiga þessar galdraskræður eða eitthvað svona, það var bara hætt að sækja til saka fyrir það. Já. Þú veist, við erum ennþá með þarna alla verndartáknin og allt þetta. Já, þetta er allt til. Eða við eigum flesta af þess allána, sko. Þannig það er alveg. Þau passa þetta þarna á ströndunum. Jú, og svo náttúrulega Björk, hún er með þetta á öxlinni, tattóað. Er það? Já, hún er með held ég ægishjálminn. En þú veist það var hérna bara rétt hjá sem var brennt fyrir galdra. Er það? Hann Grenjadals Tobbi, hann var brennt fyrir galdra. Já, hvað hann er gert? Ok, nú þetta er svona saga, þetta er svona mýrasaga, sko. Hann bjó hérna upp í Grenjadal, sem er hérna upp á Mýrum. Hérna? Já, bara rétt hjá. Hann hefur örugglega verið eitthvað skrítinn. Já, og var sendur, hann átti svona lítið, þú veist, reynda tótturnar þessu eru vel sýnilegar ennþá, sko. Já. Hann bjóð þar og það fannst, ef ég man rétt, það fannst bein eða einhver spýta eða eitthvað sem hann hefði rist á rúnir, galdrarúnir og það var til þess að hann ætti auðveldari með að smala fé og það var bara á máli með hann. Já, þannig að flestir galdrar voru með tannig spekja búfé, þú veist, auka nýtt í kúm, reyna að fá einhverja ástir, einhverja stúlku, þú veist, þetta voru reyni það, því yfirleitt var þetta ekki neinum til meins. Nei, nákvæmlega. Og var reyni kallaði hvítigaldur. Já, einmitt, þetta er bara svona eitthvað, þú veist, þetta hefur örugglega verið hrikalega erfið lífsbarátta fyrir þetta fólk, sko, sem var gripið. Það hefur kannski verið einhverju örvendingu, þú veist, einhverju svona fáfræði örvendingu, reyna að bjarga bara. Hvað get ég gert? Hvað, Já, nákvæmlega. Þannig að ég finn alltaf svo mikið, að ég finn oft fram hjá tóttina að ég hugsa alltaf fallega til hans. Ég hugsa svona, hann hefur svona einfari, sko. Grenjatobbi. Grenjadalstobbi. Grenjadalstobbi. Já. Þetta er á smalasvæðinu, eða ekki? Þetta er á smalasvæðinu. Þetta er á hérna. Þú smalar. Þetta er ræturnar, þetta er sálin. Sálin. En það er smá framhald eiginlega þessari pælingu, að þá fórum við yfir í draug, sem að heitir Hvítárvallaskotta. Hefurðu ekki heyrt um hana? Ég heyrt um hana, já. Hvítavellir er náttúrulega rétt hjá mér, heima hjá mér. Sko, afkomendur þessa fólks, Páls og Helgu í Selárdal, urðu ekki farsæl upp til hópa. En hins vegar var eitt af barnabörnunum þeirra, hún er Ólöf Jónsdóttir, hún sem sagt giftist Sigurði í Einarsnesi og hann var sýslumaður og þau byggu myndarbúi á Hvítavöllum í Borgarfirði.
en hún hafði, hún kom sem sagt frá Ísafirði og hafði átt rosalega marga vonbiðla þar en hafnaði þeim öllum og þeir voru rosalega bitrir yfir því og endaði með því að þeir rottuðu sig saman og svo bara hvað getum við gert til að hefna okkar? Sendum henni draug. Og hvað það hefur verið skemmtilega félagskapur hitt og svona, ég sé fyrir með fundin bara. Hvað getum við gert? Já, við reddum okkur líki og ég þekki mann sem galdramaður og við vekjum hann upp og svo sendum við hann að þurft að senda sko draugina því að þetta er lík sem að, þú veist, hann svífur ekki sko, þetta er alvöru lík sem að þarf að ganga og ferðast með bát frá Ísafjarðardjúpi og til í Borgarfjörð. En þeir kölluðu hann Stormhatt sem að hljómar eins og einhver Bond-villi. Já, nokkuð þetta er svona þurfum að senda þeim þetta út frá ég er með fullkom uppskrift á Bond-villan. Stormhattur, en hann var mjög misheppnaður hann Stormhattur vegna þess að Ólöf snér hann bara niður, hún mætti hann á hlaðinu og hún spurði hvað ert þú að gera hér? Ásækja þig. Og hún sendir hann bara einhvern veginn nær einhvern veginn að snúa niður og sendir hann festir hann einhvern veginn, það var eitthvað svona, þú veist, snér hann niður í einhvern heikara þarna. Og þeir komu aftur saman, bitrumennirnir, því að þessu fréttu þetta hefði ekki gengið. Þá hugsaði þeir, við skulum senda frekar sko Sigurði sýslumanni kvendraug til að plaga hana, því það var jú hann sem að tók konuna. Já, einmitt. Hún játaðist honum, sko. Já, og það var svolítið löng leið og eitthvað vesen fyrir hana draugin að komast að Hvítavöllum, en hann fylgdi hún, sem var kölluð skotta, eiginlega eins og flestir kvendraugar á Íslandi. Veistu af hverju það kemur? Var ekki eitthvað með fötin? Jú, það er af því að þær voru með þess að það voru í faldbúningi og voru með fald sem að var í rauninni svona upp, sko, svona struppahattur rúllaði svona og þannig að þegar hann aflagaðist þá rennur hann svona niður í skott. Ég skil. Og það er eins og að hangi svona niður þannig að það er eins og að sé með skott og það náttúrulega kemur þannig kemur þetta, þú veist, þannig að skotta er í rauninni bara svona eins og íslensku orði móri yfir kallkynsdraug. Þannig að hún heiti Hvítá skotta sem sagt því hún er tengd við bæinn. En hún fylgdi sem sagt Sigurði og gerði sko skaða það sem hann fór. Þannig að hann var stundum skaðabótaskyldur og var að borga mönnum bara Sigurður er að koma og þú veist, drafst hérna einn beljan hjá mér. Já. Það var örugglega drugnum að kenna og hann átti víst að hafa stundum borgað eitthvað svona stóran skaða sem hann varð fyrir. Þú veist, það er að vera bömmir. Já, hann er að koma þetta er alveg félagslegt hrun en ég það bara strax ég ætla aldrei að bjóða þig neitt en hugsaðu samt ef horfum á svona þú veit kannski tækverðsinni og það kemur eitthvað fyrir heimið það drefst bara en beljan drefst í fjósinu og þú bara heyrðu náðu sýslamannin bara bjóðum honum heimsókn og svo bara heyrðu þú varst nú hérna leiðinu bara beljan döð hvað er að gera þessu hvað ætlar þú að gera þessu hvað ætlar þú að gera hérna við þessu sko bara þú drafst eða skottan drap hérna belginu mína. Já, hann er örugglega ekki verið vinsæll í partíinu. Nei, já, auðmíkjamaðurinn. En já, þetta er alveg magnað. En hún hefur verið öflugri heldur en hérna Svifhattur, það ekki? Stormhattur Svifhattur. Hann hafði þetta fylgdi og málið er að draugar eða svona uppvakningar, þeir hafa einhvern svona fylgi, einhvern svona líftíma sem er einhvern svona rúmlega 100 ár, 150 ár. Já, og svo bara einhvern veginn deyjaðir, ég veit ekki, að hverfa. En hún fylgdi sem sagt eftir ættinni hans í einhvern tíma og það var talað að einhver ákomandi hefði rekist á hana á Arnarvatnsheiði og hann var orðinn leiður á því að hún var alltaf að elta hann. Já, var hún sérst að elta ákomendina? Já, ákomendina og þá var hann orðinn bara svona mjög hrumur draugur blessa og skarið. það er bara, ef þú lætur mig og fjölskyldan mín í friði skal ég gefa þessi stígvél sem ég er í af því að það er eitthvað svona vandamál hjá draugum þau ganga bara svo mikið og skottir alltaf búnir svo blýjandur, það bara rúptur og þetta samlingar tókust þetta og svo bara lítið á hann eftir þetta en þetta var sem sagt alveg eitthvað einhverju eftir, þú veist, þetta voru einhverju 100 árum eftir þetta, þannig að þú veist, það var eiginlega pælingin af þessari mynd, sko, þess vegna er hún á hnjánum og var farin að hálfpartinn að dragast hún var eiginlega bara orðin búin auðvitað kettlingi en þá talaðu svona sannleikskorn kannski var þetta bara, hann var leiðin hann yfir og mætti þarna bara einhverjum hvern manni sem var eitthvað og bara, heyrðu, þú hlýtur að vera draugur fá þessi stígvél hér og konan bara frábær hugmynd. Já, og svo var hann að heyra ykkur á draugasögur. Nei, þetta var ég. Ég leiði sprelllifandi.
Nei, en þetta er alveg magnað, sko. Það var grætt að það geggi stígvél. En þetta er þá í síðasta skipti sem hún sést. Já. Er svona til allavega sögur af. Eitthvað svona til vandræða. En það samt talað að henni var kennt að það kviknaði í bænum. Já. Þess að á meðan þau byggu Ólöf og Sigurður og það voru komin eitthvað fleiri fólk í bæinn og Ólöf sem sagt barnabarn Páls og Helgu í Selárdal og á 1751 sem sagt brann bærinn til Kaldrakóla og þar fórust sem sagt 7 manns. Já. Og henni var alltaf kennt það, þú veist, augljóslega, engar aðra aðstæður komið til greina. Og allir Bjarni Freyr slökkvistjóri segir því. En Páll, sem sagt, sonur hjónanna, langafa sonur þá Páls í Selárdal sem brendi allt fólki hann dó í þessu veldi. Hann bjargaði sem sagt, fullt af fólki, fór inn margar ferðir, sótti ykkur ungmenni en fannst svo með sikkvort ungmennið undir handleggjónum í bæjardýrunum og þá sem sagt, gafst hann upp í rauninni og reykeiturinn eitthvað var sem sagt sá 7. til að deyja í eldinum eins og þessi maður í rauninni búið að voru 7 manns brendir fyrir þessa ætt. Já. Og þetta var eitthvað svona, þarna kom, þetta var í rauninni eini afkomandi sem hét Páll. Og þetta var eitthvað svona, þetta var ekki tilviljun. Og mikil tilviljun. Já, og mikil tilviljun. Já, þetta hefði svona ofstækið í Páli hefði komið niður á afkomendum hans. Bara komandi kynslóðum, þannig að það er að gera að fara varlega, bara í stundum að haga þér. Þetta er samt bara eitthvað svona svo gott dæmi eins og með galdrana, það er engin önnur skýring. Þú veist, er hún veik? Já, það hlýtur einhver að óska henni þess. Já, bara útrætt mál, sko. Bara, þú veist, það þarf ekki að skoða þetta þeirra. Það bara kviknaði í bænum. Já, það er bara þessum drauga að kenna. Það getur ekkert annað verið. Það er ekki að því að við heldum niður kerti eða eitthvað olíu eða eitthvað. Nei, nákvæmlega. Við höfðum lifandi ljós þú veist. Já, þú veist, þannig að það er já, einmitt, en bara svona var þetta. Þetta var. Já. Það er gott að finna einfalda skýringar á málunum. Já, en svo líka bara fólk hefur svona leitað, þú veist. En ég meina, þetta ekki alveg að gera þessi dag líka? Þú veist, maður heyrir svona yfirstötu kommentakerfum. Hvað er þetta ekki bara svona með COVID-bóluefnið? Þú veist, svo deyr einhver, hann var nýbúinn að fá bólusetningu, hann er bara dáinn. 110 ára gömlu manneskja, svona alveg svona rúmlíkjandi í fleiri ár. Já, einmitt. Já, það er einmitt þetta. Þetta er sko, fólk er eitthvað svo fljótt að draga álítanir, sko. Það sumt breytist aldrei. Sumt hentar bara. Það er góð saga. Já. Við höldum samt áfram á Vesturlandi. Já. Þú ert enn í þínu umdæmi. Já, við förum yfir í okkar eina sanna fjöldamorðingja, Axlar Björn. Mér finnst hann, þú veist, fjöldamorðingi, nei, hann er ekki fjöldamorðingi, hann er raðmorðingi. Af því að fjöldamorðingi drepur marga í einu. Já. Já, hann er raðmorðingi, hann drepur einn og einn. Já, á eftir hverjum öðrum í rauninni. Já. Hann sem sagt, Björn hét maður sem fekk jörðina Öxl til ábúðar. Þetta er á Sunnanverðu Snæfellsnesi. Hefurðu komið hana? Já. Já. Hefurðu komið heim á hlaðið það? Nei, ég hef nefnilega ekki gert það. Maður svona samt eiginlega að keyra í gegnum hlaðið þegar vegur líka svo nálægt. Okay. Já. Þannig að það er það er ferðaþjónusta núna. Já, það er ferðaþjónusta. Það er verið að byggja upp þarna margt mjög spennandi, sko. Já. En þetta var í alfara leið þá líka. Og konan hans hét Steinun og þetta var nú ekkert stórbýli og þú veist, þau byggu ágætis búi en það komist fljótlega á kreik sögur að það væri ekki allt með feldu á þessum bæ. Þau voru svona betur sett en þau hefðu átt að vera og hann átti grunsamlega mikið af góðum hestum. Hann Björn. Og þá bara svona ætla hann sé að drepa ferðamenn. Já. En það gerði samt engin neitt í því. Nei. Það var bara svona saga. Svona orðrómur. Já. Þú veist, þetta er svona orðrómur sem maður myndi halda að einhver hefði átt að gera eitthvað í. Eða þú veist það bara, það skiptir ekki nákvæmlega. Leita fólki eða eitthvað, já. Einu sinni sem sagt sendi ríkur maður sem Björn kannaðist við til hans 2 vinnumenn í Róðura á Snæfellsnesi og þeir komu eitthvað við hjá honum og Björn átti að hjálpa þeim að finna sjóplás. Björn vissi ekki fyrst hverra manna þessi menn voru og hann sá að þeir voru vel búnir með góða hesta og hann segir, komið hérna aðeins með mér út í fjós. Og það er svona lýsingi frá þessum mönnum. Það sýnir þetta kvíguna mína. Þar var myrkt, en þó sér annar þeirra glampa á eitthvað í hendinni og byrni. Ber hann þá honum kveðju húsbónda síns, segir bara eitthvað svona, drífur út í að drullaði út úr sér, þessi bauður að heilsa og þá var það einhver sem Björn þekkti og þá
breyttist allt og hann bara svona, já, blessaði, ég skal hjálpa ykkur. Já, faldan bara, öxlina og öxina. Og þá grunaði samt að ef þeir hefði ekki sagt þetta til, hvaðan þið væri að koma, að þá hefði hann þess að drepið þá. Og þetta, einhvern veginn, þessi mynd, einmitt, hún mér finnst hún svolítið svona, bara eins og einhver hryllingsmynd, sko. Ég sagði bara, ég vil fá mann sem að heldur á exi og má kannski vera eitthvað blóð á henni og, þú veist, ég vildi hafa hana svona gamaldags, þú veist, svona íslenska, ekki einhverju svona flotta víkingaöxi, heldur svona, þetta er bara svona fátækra, þú veist, þetta er að gerast 15 og eitthvað. Já, nokkulega. En þetta er æðisleg mynd. Já, þetta er svona flott mynd, sko. En hann játaði þess að hann Björn að hafa drepið 18 manneskjur. Já, hann gerði það. Já, hann játaði því og hann sökti þeim öllum í einhverja tjörn sem var þarna, með því að binda steina við þá eða eitthvað og hann sagði að steinun hefði hjálpað sér. Já. Og bæði vitað af þessu og hjálpað honum. Og svo voru þau þess að 1597, þá voru þau bæði dæmd í dauða. En að Steinunn var ófrísk þannig að hennar aftöku var eitthvað frestað og ég hef ekki heyrt sögur af því í rauninni hvernig fór með það hvort hún dó áður eða hvernig þetta var en allavega var talað um að það ætti að pynta hann og brjóta öll bein í útlimunum Þetta er svo, þetta er svo áður en yrði hálsvöggin bara svona til að þú veist, við ætlum að drepa því en fyrst það líður rosa illa þannig að það var einhver hann var í rauninni sko brotin í höndum og fótum með því að hafa mjúkt undirlagið til að hafa, það verra? Já, til þess að það var eitthvað svona til að sársaukinn væri meiri, það var svona trésleggja og svo hafa mjúkt undirlag. Já, allir beini brotni ekki meira. Þú veist, það meiri líkur á því eitthvað svona svigni ger undir, þú veist, ég velti brotni kannski á fleiri stöðum. Já, alveg örugglega, sko. Þú veist, og þetta, ég efast ekki það að það hafi verið vont. Þetta hafi vísindilega sannað. Já, en þú veist, þetta er kannski, þú veist, það sem er að gerast í Evrópu, svona aftökurnar voru svona svakalega brútalist. Já, þetta var bara, oft svona öðrum víti til varnar, sko. Já. Og það segir sem sagt Björn varð karlmannlega við dauða sínum og pyntingum viknaði hvorkinni kvenkaði sér. Já. Sem ég lífi mér í efastum kannski. Nei, mann hafa bara verið bara meðvitund að sársauka og allir bara, hann sjáu því hvað er svo alveg, hann bara bliknar ekki. Þetta er, Já, mitt. Tökum okkur hann til fyrirmyndar. Já, við skulum ekki vera svo hann. En sko, ég trúi að þessi sagði sér sönn, sko. Já, þetta er alveg í dómabókum, sko. Einmitt, þess vegna mér finnst vera svo mikla sannanir fyrir þessu, þetta sé bara alveg. En hversu marga hann drap nákvæmlega er ekki alveg vita. Það getur náttúrulega þvælt. En ég meina auðvitað voru til raðmorðingjar. Akkur ekki hægt að vera til raðmorðingjar hér á nokkur 100 ára fresti. En ég held samt að hann hefði bara verið fæddur á röngum tíma. Já. Þú veist, ef hann hefði verið fæddur á víkingatíma, þá hefði hann bara verið töffari, Nei, bara algjörlega, það var bara hetja, sko. Grettir Ásbjörnsson uppi á 1700 og eitthvað, hann hefði bara verið glæpamaður, sko. Já, sjálfsög. Og kannski var hann bara, þú veist, að því að við vitum að Íslendingasögurnar voru til náttúrulega á 15. og 16. öld, sko. Að hann hefði kannski bara, þetta eru svo mikla hetjur, þetta hefur bara verið hans fyrirmyndir. Já, það mætti ég ekki taka mér hluti sem að ég ágirnist eins og þeir gerðu. Já, og drepa mann og annan og allt það, sko. En þetta er samtalið svakalegt. En ég hugsa held ég, að því ég fer nú oft þarna sko, en maður hugsa oft hann. Ég reyna að finna þessa tjörn, sko. Er það? Og það er hérna niður að flóa. Það sést svona móta fyrir, sko. Þær eru þarna upp, held ég. Þess að tjörnin, ef maður sér svona alveg útlínur. Einhvern tíma fundist bein? Ég veit það ekki. Þú veist, fornlega fræðingurinn, ég mér langar svona bara til að fara þarna niður og tjekka. Það er áhugavert. Það er mjög áhugavert, en þú veist, það er eitthvað svona sannleiksgildi í, þú veist, það er mikil svona dul og líka yfir þessu svæði. Og náttúrulega svo eru búðir þarna fyrir neðan, með kirkjuna og hótelið og svona. Já, rétt. Hefur gist þar? Já, ég hef gist í tjaldi á Arnastapa reyndar bara. Já, ég hef gist í hótelinu. Ekki búðum, nei. Sumir eru arkitektar, aðrir eru bara rithöfundar. Ég hef gist þarna með þessi þegar ég var nemi, sko. Þeir sletta skýrinu sem eiga. Ég mæl með því, þetta er gegn hótel, sko. Já, ég trúi því reyndar. En ég hef lappað þarna reyndar í gegnum þarna Síldarmanna, nei, hvað heitir þetta? Já, sem að ganga frá búðum yfir Arnastapa, eða ekki? Já, að fara í einhverju verbúð. Það er mjög dularfullu staður að koma í. Þetta er Dritvík eða eitthvað. Já, mér finnst allt mjög dulafullt þarna á þessu svæði. Það er kannski að því það er svo oft þoka þarna. Já, það er oft þoka og þú veist, og landslagið er náttúrulega svo rosalegt, sko. Þetta er bara eitthvað sem er bara svona
sem bara svona magnað sko og vekur upp svona alls konar tilfinningar. Já, ég bara hugsaði bara svona, ég vera þarna í þessari verbúð í janúar, febrúar með eitthvað svona tjald yfir einhverjum, ég bara, að fólk skuli hafa lifað ótrúlegt. Já, ég segi það, núna höfður forfeður okkar. Ég veit það. Herðu, förum í útburði. Útburður barnsdraugur og í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar segir útburðar eru nokkurs konar draugar sem koma af því að púkar fara í börn mæður bera út án þess að hafa hlotið skýring. Og þeim rauninni lýst þannig að þeir eru eins og oft þeir í ykkur dulu sem hafa verið bornir út í. Þeir eru stundum eins og ullarvindill eða fliksa. Jafnvel eins og hrafn eða einhver fugl eða beinagrind. Þannig að þetta er rauninni bara lýsingarnar sem Lúkas fékk. Þetta fyrsta myndi sem var gerð. Já. Og þessi alveg rosaleg. Bara ótrúlega flott. Og Lúkas, hann mikill hæfileika maður sko. Það alveg greinilegt. Já. Það bara þetta er rauninni það sem það bók eftir Má Jónsson sagnfræðing sem hann kendi minni á sínum tíma sem heitir Dulsmál á Íslandi. Og það skrifaður upp fyrir 14 dómar dulsmál á nokkrum mismunandi tímum frá 1600 til 1900 og það er bara ég mæli með þú veist að því að aðstæðurnar hjá þessum konum sem voru að bera út börn voru eiginlega alltaf svo sama. Þetta eru ungar ógifta vinnukonur höfðu oft verið að fara á milli bæja ört skipt stað og kannski áttu engan að í rauninni þú veist því að ef að kannski konur urðu óléttar gátu kannski treyst vinnuveitendur sínum skilur búin að vera í 10 ár og það er eitthvað traust sem ríkir en þarna allavega virtust þær ekki hafa neitt til að það hefur bara undantekningar að það hafi fengið þú veist einhverja hjálp sko. Já. Ég held að þetta hefur verið mjög mikið. Þetta var ótrúlega og náttúrulega oft var þetta einhver á bænum sem átti barnið og þú veist ef að húsbóndi það er alveg dæmi það að konur hafi verið drepnar hreinlega til að losa sig við þetta barn sko, og kallmenn alltaf þetta var dauðasök blóðskömm var dauðasök þannig að ef að það komst upp að menn höfðu þú veist ef þetta var bróðir eða tengdapabbi bróðir konu það að vera blóðskömm þetta var svo vítt hugtak sko. Þú veist sifjaspell í rauninni þá var miklu víðara hugtak heldur en það er núna sko. Af því að þá gastu kannski bara verið fyrrvera þú veist maður þú veist þetta var kannski bara mákona þín og það er sifjaspell sko. Þú veist það er blóðskömm og það er bara dauðasök. Þannig að það var alveg til ýmis að vinna fyrir menn að losa sig undan því sko. Og bara afneita. Já, sjálfsögðu. Og náttúrulega, þú veist, en þeir, sko, það er bara yfirgnæfandi sönnun á konunum, því það er náttúrulega vera barnandi besti, sko. Það reyndu náttúrulega oft að fela þetta lengi vel og stundum, stundum gekk það upp, ég segi það ekki, en stundum fundust lík af börnum og enginn vissi hver móðurinn var, það var konur voru dregnar fyrir rétt stundum, þú veist, í rauninni á þess að væri neinn sönnun, sko. Þannig ef að það er í rauninni bara héldu kúlinu og neituðu, það var ekkert að sanna það. Þú veist, ég á að geta barn þó að ég hafi fundist ykkur beinagrind hérna. Það er alls konar reyna, en þetta er svona, þetta veltir svolítið upp svona spurningunum bara svona refsikerfið, þú veist, og hvernig gat einhver býrð í baðstofu með mannesku, hvernig getur þú ekki vitað að hún sé ófrísk? En svo líka bara þú veist að það eru alveg frásatnari því að konur hafi eignast börn bara í baðstofunni. Já. Bara alveg það er alveg magnað. Já, ég ætla aðeins bara að fara fram í bæjagöng og svo koma þær bara inn og bara, hún var smá lasin þarna en svo bara, Þetta er alveg rosalegt, en þú veist, þarna kemur aftur. Harkan í þessu fólki, það er svo ótrúlegt. Alveg rosalegt, sko, en ég er bara svo sentimental, ég finn alltaf fyrir svo, ég fæ alveg bara svona hjartaverk þegar ég heyri þessa blessuðu konur og þessa neyð og allt þetta, sko, þetta hefur verið. Já, og líka bara oft, þú veist, það var, auðvitað er þetta morð, ég ætla ekki að segja það. Já. Það er það, en það er eitthvað svo hræðilegt við þessar aðstæður einhvern veginn að vera svona einn. Og stundum voru þetta konur sem voru taldar sko einfaldar, það stundum tekið sérstaklega fram, þú veist það eru kannski ungar konur sem bara, þú veist, innan við tvítugt, jafnvel yngri, sem bara hreinlega vissu, er ég ófrísk, skilur, það bara hreinlega vissu það ekki. Bara vissu það ekki,
Þannig að það er rosalega mörg sorgleg mál í því og kemur líka bara svona inn á það, veist, var ótti við refsingar, veist, hvað gerir það gagn í þessu samhengi? Já. Þú veist, því að það að bera barn út var dauðasök, þær voru teknar lífi fyrir það. Það náttúrulega morð, sko. Já. En svo þetta líka kannski, hefur þau örugglega haft áhrif að hugsa hvað verður barnið, sko. Já. Af því að það hefur aldrei, þú veist, það hefur verið einhver ómagi, settur á reppin eða hvernig það er. Þannig að það hefur, hugsun hefur kannski verið bara þannig, það er ekkert, lífið er svo ömurlegt framundan. Ég veit, og þær töluðu sko að þær hefur yfirleitt gert þetta af skömm. Já. Og að ótta við fjölskyldur sínar, húsbændur eða barnsfeður. Þær hefur reynt einhvern veginn að láta þetta hverfa. Já, nákvæmlega. Út af því, sko. Já. En yfir í léttara hjal. Já. Sem eru aftaka. Léttara hjal, já. Aftaka. Þessi mynd líka geggjuð. Þessi er rosaleg. Eftir Lukas. Og hún færi mögulega ekki að fara upp á bókasafninu á Akranesi vegna þess að hún er fyrir... Já, það er sýningarsvæðið fyrir börn og alla. Jú, það er mörg börn sem labba þar inn og skoða. Þannig að þetta er ég er búin að vara þau við og við svona, hún verður pínu rítskoðun. Ég ætla ekki að segja rítskoðun, hún verður svona aðeins þetta verður svona, kannski bara svona setja þetta undir huluna, sko. Hún svona kíkir. Svona... Þá fara öll börnin að kíkja. Já, jú, það er reyndar. Það er bara uppskrift og þetta sé bara eitthvað geggjað þetta undir, sko. En það fóru líka 2 þættir í að tala morðbrennuna á Illugastöðum. Og það raknaði upp þessi lygavefur þeirra mjög hratt. Þau játuðu bara eitt af öðru eftir þetta, þú þekkir þessu sögu. Já. Og þau eru í rauninni dæmd til, fyrst voru þau öll dæmd til dauða, en svo var hún náðuð svona Sigríður af því hún var svo ung. Hún var í rauninni bara 16 ára þegar þetta gerðist. Já. Þannig að við skulum ekki fara nánar út í það, en það kemur nýtt efni sem að ég kom ekki fyrir í hina 2 þættina. Blöndal, já, Blöndal sem sagt sýslumaður Björn Blöndal sem að hafi verið gagnrýndur fyrir að vera harður en veist, ég held að hann hafi bara verið svona eins og menn voru á þessum tíma, ég meina þetta var morð og fólk var dæmt fyrir það. Sigríður var sem sagt, hún var ekki náðuð, Sigríður, hún var í rauninni, þú veist, hann var hætti dauðadóminn og hún var sendið í ævilenga þrælkun, sko. Já, þannig að það var í rauninni dauðadómur líka. Og Blöndal fór fljótlega eftir að dómurinn var kveðinn upp í héraði hugað að Öxi til aftöku. Og það var, hafði enginn verið hálsföggun á Íslandi sko, síðustu 40 árin. Þannig að hann reynir eitthvað að prúta við ykkur á járnsmiði og fær svo, það eru til bréf og það er gaman að lesa svona bréf. Hann er mjög upptekinn að því að hann kosti ekki á mikið. Og Já, meina þú verður að halda við kostnaðaráætlun. Já, hann búið að kosta rosa miklu upp á að halda þessu föngum hann uppi, þú veist, í 1,5 ár í varðhaldi. Þú veist, og þetta borga öllum bændum og allt er uppihald á þessu fólki. Þannig að hann fær senda Öxi frá Kaupmannahöfn. Hann hneykslaði samt mjög á því hvað hann væri dýr. Og kvartaði í amtmanni, í norðuramtinu. Því hann er alltaf að skrifa þessum amtmanni sem er á Möðruvöllum. Það er hans yfirmaður. Og eftir aftökuna var Öxin geymd á Þingeyrum í kirkjunni og sko 21. janúar þetta sama ár, þá var einhver 10 dagar liðnir frá aftökunni, þá segir hann Blöndal í bréfi að hann hafi reynt að fá bóndan sem að var að fara með einhver bréf fyrir hann til að taka Öxina með sér. Af því að hún átti að fara á Möðruvelli og vera geymt þar. Já, bara svona fyrir næstu skipti. Bóndinn harðneitaði að taka hana með sér. Hann getur ekki fengið með nokkru móti mannin til að fara með hana. Og hafa allar mínar fortölur verið árangurslausar vegna ótta og hjátrúar viðkomandi og ég hef þess vegna enga ástæðu til að halda að þó fleiri beinar ferðir muni falla hérna til Eyjafjarðarsýslu þá muni honum semst ekki takast að fá neitt til að ferðast með hana. Af því að fólk bara svona þetta var svona eins og einhver ógeðsgripur, sko. Já. Og fólk stóð stuggur að þessu einhvern veginn eins og máli bara öllu. Það hefði allir verið píndir til að koma þarna, til að horfa á þessu aftöku. Og hann segir, ég þarf að fá þig til að skipa Norðurlandspóstinum til að taka Öxina. Í næsta apríl þegar hann fer fram hjá. Næstu póstverð. Já. Og svo fær loksins amtmaðurinn þessa Öxi í sínar hendur og lætur hann vita, hún er komin til mín og hún er geymd í kirkjunni. Árið 1865 brann kirkjan, en Öxinu var bjargað, það bara brann á hún í skaftið. Eftir það voru hún geymd í einhverju fínu múrsteinshúsi sem hún kallaði Friðriksgáfa, það var íbúðarhúsið þarna
Það hús brann líka 10 árum síðar, en öxin bjargaðist. Þá var hún færið yfir í skólahúsið. Möðruvallaskóli brann 1902. Viti menn, öxin bjargaðist. Og þótt þess að það þóttu ljóst að öxin var ekki húsum hæf. Þannig að hún var bara geimt. Þeir eru farin að sjá svona mynstur. Hún var bara geimt úti, svona við tröppurnar bara ekki niður. Og það stóð öllum stuggur að hana og vildi enginn einhvern veginn hafa hana. Hún var einhvern veginn héldu við samt áfram að geima hana. Það var örugglega ekki vita hvað ætti að gera við hana annað. En svo, sem sagt, seinna er hún tekin og 1904 1908 þá tekur hann með sér þáverandi ábúendi þessa blessuðu öxi og reið suður á Þing og það var allir bara mjög glaðir að losna við hana og þá fór hún í, sem sagt, í forngripasafn Íslands sem að fluttist svo, eða breyttist svo í þjóðminjasafn og þar er hún enn. Hefur ekki séð hana? Ég hef séð hana. Mér finnst þetta merkilegasti hlutur það segir saman sem er á þessari sýningu. Hún er uppi núna held ég ennþá. Jú, hún er bara föstu sýningunni sko. Já. Og ég sonur minn, unglingur fór einhvern tímann á þjóðminjasafnið og ég bara spettast bara eitthvað svona, sástu öxina? Já. Nei, við komumst nú ekki svo langt, ég bara, En er ekki höggstokkur líka? Ég er ekki viss um að það sé rétti höggstokkur. Nei, þetta sé kannski annar höggstokkur. Já, það gæti verið. Já, en hún er svolítið sérstaklega, einhvern veginn sér maður ofta exi svona fyrir sér sko að það sé blaðið að það sé kúft. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað bíómynda eitthvað, en það er allavega flatt á þessu. Já, einmitt. Og ég er eitthvað svona að spá í hversu verið ódýr útgáfan. Hversu það hefur verið erfitt að ná sko beinu höggi á háls með svona beinni öxi, er það vitleysið? Nei, ég veit það ekki, það er nú bara, maður þyrfti nú kannski bara að tala um sérfræðingu þetta. Sérfræðingu í aftökum. En þetta er sko, já, en þetta hefur líka aftur, þetta hefur verið örugglega, það er ekkit víst að þetta tókst í fyrstu tilraun sko. Þú veist að ná höfðun af sko. Það er nefnilega engin lýsing til á því. Nei. Það er, við fórum hérna í sumar af því að það var verið að sýna á landasýningu. Já, fórstu á öxina? Já, ég fór á öxina, sko, já. Ég fór og sjá það og fórum svo á Vastasóla. Já. Og hann var búinn að lýsa, þú veist, hvernig hringirnir voru og þú veist, í kringum og hlustuðum einmitt á Nei, við vorum að lesa, fyrir ekki. Já, og við vorum að lesa þú veist, Það er búið að gera þetta svolítið flott nefnilega núna. Já, nú er þetta mjög flott, sko. Og þetta er bara byrjunin, þá eftir að gera meira, sko. Og og maður var að hugsa þeir sem stóðu nálægt, þetta hefur verið alveg óþægilega nálægt, sko. Og enda var það að þetta sé frægur, það má enginn undanlít. Já. Það er ekki beint sannanir fyrir því að þetta hafi verið sagt. Nú en það er góð saga. Já, góð saga, já. En hann var svo upptekinn af því að allir ætti að sjá þetta. Það voru búin að vera eitthvað svona bófa gengi þarna í Vatnsdalnum á þessu svæði og hann ætlaði að hreinsa upp þennan líð sem var búin að vera þarna. Það búið að vera eitthvað óstjórn í gangi. Þannig að Blöndal var svo upptekinn af því, þú veist, nú komið þið bara og sjáið að þú veist, þú grínast ekkert með yfirvaldið. Sko. Já, einmitt, nú skal bara bera vinningu. En þetta er nefnilega, það er einmitt aldrei merkilegt sko með þetta að þú veist, með þetta vist sagan, þetta var rosalega mikið lauslæti og eitthvað svona, þetta var vist eitthvað svakalegt eitthvað, þetta var þjófnaðir og sífellt verið að stela einhverjum peningum, veit ég hvað. En það var það þannig þegar það var farið yfir þetta mál að það raknar upp eitthvað svona lygavegur sem að blandast inn í þetta, alls konar sauðaþjófnaður. Þú veist, það var verið að Nathan hafði verið að stela og það hafði verið stolið á honum og þetta var, þú veist, foreldrar hans Friðriks voru á kafi í þessu, sko. Já, en þetta er nefnilega svo, ég var nefnilega, ég dálítið obsessed að þessari sögu, sko. Já. Og svo komst ég að því bara fyrir stuttu að forfeður mínu voru sem pínu, voru svona, allavega orðið vitna þessu, sko. Þannig að einhver langa mér bjó á Sveinsstöðum þegar þetta gerist, sko. Þannig að Sveinsstöðum sem er bærinn sem er rétt við Vatnsdalsóla, sko. Og það er til einhvers staðar einhver frásögn skrifið upp eftir henni. En ég hef ekki fundið henni þá. Nei, ok. Kannski er það líka þjóðsaga, ég veit það ekki. En þá fórum við hugsa, voru þau í einhverju svona vafasumu? Þú veist að þetta var svo mikið, þetta var svona vilda vestur Íslands. Já, tíma, sko. Það gæti verið. Nei, það gæti verið. Kannski er ég svona þessina. Já, en þetta allavega, þessi myndir allavega höfuðið af þeim. Það sagði einmitt einhver bara, hann er svolítið líkur Daniel Ágúst. Já, nú sé ég bara Daniel Ágúst, sko. Og þá sagði Lúkas bara, hver er það? Daniel Ágúst, hver er það? Nei, við erum orðin miðaldra, sigur hún Ég veit það. En í framhaldi af einmitt þessu, af því að, þú veist, þessi mál, þú veist, það voru dómar sem að féllu, ekki bara þessi aftökudómar, mamma hans Friðriks, hún var dæmd í hegningarhús í Danmörku og þurfti að fara í eitthvað svona spunahús
í 5 ár og Sigríður fór í eitthvað svona verra spunahús. Þannig að hún lifði nú samt í 9 ár, sem þótti nú bara ágætt. Já, hann dó úr lúnabólgu. Já. Og sko Daniel sem var einhvers konar kærasti hennar Agnesar, hann ætlaði að hjálpa til en fékk ekki fararleyfi að heiman. Þú veist, hann var vinnumaður og hann mátti ekki fara, hann bara eitthvað svona baði, já, ég ætlaði að fara að heimsækja hérna, nei, þú fær ekki neitt. Þannig að hann missti af þessum morðum í rauninni, en hann vissi skipulagið á þeim og hann sagði ekki frá, þannig að hann var dæmdur í hann var dæmdur í 4 ára þrælkunarvinnu í svokölluðu rasphúsi. Og þar var unnið alla daga við því að raspa niður brasilíutré, sem eitthvað rauðviður eitthvað svona, og það var notað í litun, í textíl. Ég skil, já. Og þeir eru þarna, hann dó innan 9 mánaða. Það hefur örugglega verið rosalegt, sko. Raspanið út að búið til sag. Já, í rauninni. Sem sko eitthvað svona litarefni. Já, það er svo eldfimt að það mátti ekki vera eldur, þú veist, mátti ekki vera ljós, en það eru bara basically í myrkri að snú einhverju kvörn, bara endalaust. Þannig að hann náttúrulega, þú veist, þetta er svona duft sem að settist í lungu og eitthvað svona, þú veist, það hafði engin möguleika á að lifa það neitt. Nákvæmlega. En þannig að ég pantaði mynd frá Jónsa og sagði bara, settu vantar einhverju svona bara mann í hlekkjum, eitthvað svona vegna þess að þessir, ég hef rosa mikla áhuga á ömurlegum aðstæðum fanga. Mér finnst það eitthvað mjög heillandi. Heillandi, þú veist. Þeir voru þessi svona krúnurakaðir og fengu 1 sett af fötum á hverju ári. Og þannig að stundum voru þeir bara, þú veist, áttu bara fötin þeirra voru bara búin, þannig að þeir voru bara, já, þú ert bara að bera ofan það sem eftir þú veist, þessana mánaða. Þeir voru stundum, þeir voru alltaf látnir vinna, það voru svona betrunar, vist. Og stundum fengu þeir meira að fara út fyrir, það var það sem var gert á Brimarhólmi. Þá voru þeir ofta að vinna bara Brimarhólmur, þetta voru svona, hvað heitir þetta, festning, svona bryggja í rauninni, og þeir voru að vinna bara erfiðisvinnu, en voru mjög oft bæði hlekkjaðir, annarkvort bæði á höndum og fótum. Þannig að það hefur ekkert verið grín að vinna þannig erfiðisvinnu, myndi ég segja. Nei, það hefur verið mjög erfitt, sko. En þegar Daniel kom þarna í þetta rasphús, þá var einn Íslendingur þar fyrir, og hann hét Sigurður Gottsveinsson. Og hann hafði komið bara sama ár og hann hafði verið dæmdur til hústrýkingar og ævilegrar þrælkunarvistar. Vegna þess að hann hafði verið aðili að einhverju ránsmáli á Suðurlandi sem var kallað kampsránið. Þú hefur heyrt þetta? Já, man ekki eftir ég hef svona þetta hljómakurðulega. Já, þetta er bara svo skemmtileg, en mér finnst þetta áhugaverður maður. Þeir komu að kampi, þetta bara nafnið á bænum, og komið þarna 4 ránsmenn, voru þeir skinnklæddir og höfðu striga tuskur og dulur fyrir andlitum, fyrir höfðum sér og fyrir andliti til að gera sig torkennilega. Já. Foringi þeirra var ekki það vel. Foringi þeirra var Sigurður Gottsveinsson, útbúinn með langt og oddhvast saxi, sér til varnar og mótstöðu ef á þyrfti að halda. Þeir voru með plan og það var einfalt. En þeir komu þarna og rændu, bundu fólki og vinnufólk og eitthvað og 6 ára gamalt barn og bundu og fóru að ræna allt sem að þeir sáu þarna, komust í einhvern peningakistil og eitthvað og ógnuðu manninum sem átti þetta þarna að myndu skera hann á háls eða myndi ekki segja til peningana. Þetta hefur verið fínt heimili sennilega, sko. Já, og þeir talaði með þeir rænt, 1000 dölum í peningum sem örugglega, þú veist, kannski bara eitthvað sýslumannsheimili eða eitthvað. Já, það hlýtur að vera. Þetta hljómar allavega að vera mjög svona. Já, þeir allavega hurfu og brott hana og skildu fólki bara bundið eftir á gólfinu hana nakið, rifið upp úr rúmunum. Já. Og þá er sagt, foringinn, sem þessi Sigurður, hann vildi leggja eld að húsinu við brottför, en með þeirra reyða segðarnir, þeir fengu hann ofan að því. Já. En þetta þjófafélag var búið að fara Rænundur Upplandi í Árnessýslu og þeir höfðu loksins hendur í hári þeirra, þó þeir höfðu verið með þessa strigapoka á höfðinu. En svo er það sem ég elska mest af öllu og Anna veit, eru samtímalýsingar á fólki. Þetta er lýsing á Sigurði. Þetta er myndarlegu maður í 30, jarpur og hár og skegg
Hrokkinhærður, nokkuð kinnbeinahár, fölur í andliti og grannholda, en augnatillitið skuggalegt. Þessi ræningjafóringi ólíkur mörgum samtíðamönnum sínum að því leyti að hann neytir einskis tóbaks og lítið gefinn fyrir brennivín. Það að taka það fram sem sagt. En drekki hann það verður hann aðeins hæglátari en ella. Að jafnaði hann málreifur og glaðlegur en eigi að síður hann mesti harðneskju maður og reiðist hann hann sem djöfulóður. Sigurður Gottsveinsson góður verkmaður og það vani sýslumanna á Íslandi að halda föngum til vinnu. Af því að þetta bara eins og með þau hin hana, það búið að ná honum og það ekkert fangelsi á Íslandi, þannig að hann geymdur bara á einhverjum bæ sem heitir Hjálmholt eða eitthvað svoleiðis. Var það bara eitthvað svona, bara einhver bær bara valinn, þú bara verður þarna? Já, oft þetta hjá sýslumanni. Hann peninga eða eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað svona bara það sem var líklegt að væri nóg að gera fyrir vinnufólk, sko. Þannig að hann sem sagt, en hvort, hann var samt ekki alltaf hafður í járnum alla daga, í Hjálmholti. Fanginn alla jafn rólegur og æðrulaus, virðist hafa sætt sig við örlög sín og það ekki alltaf mikill munur á frelsi hans og vinnumannana, sem svona pínu svona áhugavert vegna þess að vinnufólk náttúrulega var bara ekki mjög frjálst. Já, það segir kannski bara freka þá sögur, þetta nýtt, sko, það Þannig að þú veist, ef þú hefði komið þetta sem gestkomandi, þá hefði mögulega ekki séð að þetta var fangi og hinir voru vinnumenn. Nei. Hann veit það vel þessi maður að hann á að hýðastu staur og brennimerkjast. Það voru brennimerktir í andlit, með svona þjófa lykli, bara lykill. Svo þú getur aldrei komist undan þessu. Og síðan verður hann sendið til Kaupmannahafnar í ævilanga þrælkun. Og það var nú svona talað að hann væri kángvísir stúlkurnar og hefði mögulega jafnvel átt barn með einni vinnukonunni hana. Já, bara meðan að vera vistinni. Já, hann hefði verið eitthvað svona töffari og hann náði þrisvar sinnum. Hann hefði verið svona bad boy, sko. Já, hann hefði verið jarpur og hár, hann hefði verið svona einhver. Það alveg svona bara, hann náði þess að þrisvar að sleppa. Úr fangavistin á Íslandi, áður en var fluttur. Einhvers staðar segir hann að hafi vegna þess að hann var svo mikið heljarmenni, hann hefur hreinlega slitið hlekkina en miðað við þessu sögu þá var hann ekkert alltaf hlekkjaður. Og tvisvar náðist hann aftur og einu sinni kom hann bara sjálfur. Hann hafði farið til fjalla alltaf að leita útilegumönnum, einhver svona gengi sem hann hélt að væri þar en svo fann hann engan. Þannig að hann hugsaði bara að það ekkert viti að vera einn hér upp á hálendi en hann kom bara aftur. Og hann var svo mikil töffari að þegar hann var húðstryktur við stólpa í rasphúsinu þegar hann kom, sem var bara eitthvað svona venja, nýr fangi, húðstrykjumann, þá átti hann að hafa sagt við böðulinn klæjar í bakið. Og þá var hann hefur verið alveg rosalega. Já, var brjálaði fangelsustjórinn og skipaði nýjan umgang af hýðingu á svona aðra. Og það var hann var svo mikið hreisti menni að það var hann var samið hann drykkjuvísa sem var sungin á knæpum í Kaupmannahöfn þennan mann, en svo endaði hann á því að hann var tekinn af lífi í fangelsinu fyrir að hafa drepið fangavörð. Já, ok, þannig hann deyr ekki af vistinni, hann tekinn af lífi bara því að hann var með eitthvað stæla, sko. Já, hann hefur alltaf að flýja eitthvað, ég veit það ekki. Já, hann hefur verið mjög ódæll. Já, þetta gengur ekki hratt hjá okkur. Nei, þetta bara svo gaman. Við tala svo mikið, já, ég veit það. Herðu, nú förum við í draugasögunar. Þá kemur að þitt sérsvið vegna þess að við förum í þessa mynd sem að ég kalla hana bara einhenda konan sem að draugurinn í Hvítanesskála. Já, hefurðu séð hana? Nei, ég hef ekki séð hana. Sérðu einhver tímann eitthvað svona? Nei. Þannig að þú ert bara þú ert gagslaus í svona ef að halda miðilsfund. Nei, sko, ég fór hann í sumar. Já. Hérna upp í Hvítaness. Ég hef bara aldrei komið hana. Nei, þetta er bara, þetta er paradís. Já. Ég alveg að segja, sko, en það eru þarna greinilega mikla mannvinnstilegar, þú veist, við hliðin á skálanum. Já, fær það að vera í friði? Já. Það er ekkert þetta neitt að stela beini hér og þar? Nei, þetta er nú ekki svoleið, þetta eru bara svona tóttir, sko. Já. Og alveg gróið yfir og allt þannig. Já, ok. En bara málið það að, sko, þetta er svo gamalt, en er samt svo mikið ábyrjandi. Sko, þetta er bara mörg 100 ára gamalt. Já, það er bara að tala með landnám, sko, bara það gamalt. Og en að því að það er þarna uppi, þá er einhvern veginn, það er miklu hægar sem skróðurinn að mynda svona jarðlög, því að þetta er náttúrulega miklu, þú veist, þannig að þú veist, hérna, þá er þetta svo fljótt að hverfa í þúfur og bara, og hérna, í mýrinni, hérna, þá er þetta bara horfið bara á. Já, þannig er þetta bara þurrara. Já,
En þegar koma ösku, þú steina þegar kemur aska og eitthvað svona. Já, maður velti því fyrir sér, en svo náttúrulega er það kannski þannig, þetta einhvern veginn, en það víst bara, það gróðurinn sem býr til, sem eyðileggur í rauninni. Sem sekkur öllum minjunum, þannig að það bara hverfa svona eins og teppiselegt yfir. Og svo kemur öðru hverju svona aska bara sem til þess að fornleifafræðingin geta bara sagt, bara svona smá lag, sko. En já, ég fór að gista þessum og það var æðislegt, bara svo ég tekið hérna, þetta var bara svo frábært. En mér dreymdi nærveru með nóttina. Nei. Það veist það, en við, sko... Var það einhent kona? Það var, sko, já, ég vil meina það, sko. Það? En hún var samt ekki minna að stæla, sko. Þú veist, allavega, mig dreymdi það. Eða svona, mér fannst eins og einhver sagði, bara gott að hafa ykkur, en þið verða ekki með kaffi. Nei. Jú. Og ég bara vaknaði daginn eftir, bara hana, þú veist, bara eitthvað, já, bara myndi þetta, þú veist, þetta eina, ég manni ekki eftir henni út, einhverju mannesku, en þetta var bara einhver skilabóð, og ég fór út og hellti niður henni kaffibólla. Nei! Ég gerði það fyrir hana, sko, bara þannig að þetta svona... Já, og hún hefur verið ána með þig. Já, en sko, svo þetta náttúrulega hjá okkur að við gistum í tjaldi. Já. Og en ég sé svona pínestri, þú veist, af hverju sváum við ekki í skálunum? Já. En þú veist, en þetta var bara veðrið, og svo, ég bara kemst ekki yfir hvað þetta var dásamlegt, sko. Já, ok. Ég fór í göngutúr, þarna miðjanótt, og það var eiginlega bara svona taldið andleg upplifun, sko. Sástu þekkið þá? Nei, þú veist, reyndar, ég var að vonast eftir þess að ég skal bara viðurkenna það núna, sko, ég var í draugaland. Þú farið að ánni og þess að nú kemur hún blaut upp úr vatninu. Já, því að það er einn sagan, sko. Já, er það? Já, eða þess að önnur þeirra sé blaut, eða þess að þetta er kona sem sést þarna mjög oft. Hún er í mismunandi fötum. Stundum er hún sem sagt í svona einhverju náttkjól og í gamla daga var henni stundum lýst, sko, það voru útlendingar að lýsa henni í einhverju svona mjög skrýtnu fötum sem að virtist svo hafa verið, sko, upplutur. Svo bara svona, já, og með svona keðjur, eitthvað svona, þeir höfðu aldrei séð... Já, svo fór það að lýsa því, sko, þá bara, þetta er upplutur og hún er stundum einhent. Já. En ekki alltaf. Þannig ég, talaði þess að við skyggna konu fyrir þennan þátt og hún vil meina að þessu tvær, sem sagt, ólíkar konur. Önnur þeirra sé vinnukona, þessi sem er lappar hann í gegnum kojuna, frægu, sem að, hún sé á leiðinni að sækja vatn, hún er vinnukona og hún þú veist, var ófrísk af barni húsbóndans eða bróður síns eða eitthvað svona, allavega eitthvað óheppilegt og hann drekkt henni í ánni sem er þarna við hliðina. En svo er hin konan, það er annað mál sem að maðurinn hennar grunar hana eða veit eða eitthvað að hún eigi vingott við annan mann, hann heggur hann í hendina og það kemur illt í sárið og hún deyr. Þannig að, en þessi mynd, ég vildi bara svona sameina þær í eina konu, þannig að þetta er í rauninni einhent kona sem að þarna með einhverju svona, ég sagði bara, getur þið sett svona einhverja fötu í hendina á henni svona eins og Giljaguri með gamla tréfötu. Og þá er gamla góð jólaseinastýttan mitt. Já, en þetta er en þú hefur ekki heyrt einn hávað, það er talað um að sé hávaði í húsinu og það sé sem sagt maðurinn eða mennirnir sem að, þú veist, það er bara stundum talað um að það sé bara allt í rúst í húsinu eftir nótt, þú veist, að það sé bara verið að lemja potta á pönnur og húsgögn að vera færi til og eitthvað og það eru þessi rosalega reiðu menn sem eru alltaf svo illir út í þessar konur. Þannig að það er kannski bara hópur af fólki hérna uppi, sko. Já, það hljómar stundum víst þannig, sko. En þetta er nefnilega það sem að mér fannst merkilegt þarna, þegar við fórum hann að skoða, sko, og tjölduðum að því að það var búið að lofa krökkunum, sko, ég og Þorður bróðir og mamma fóru með all krakka hjörðina með okkur, sko, og þau voru með best að hafa þetta úti, svo ég vilt að þrýfa þetta þegar úti. Nei, sko, við fórum að skoða náttúrulega húsið og vorum þarna alveg og... Að þú vissir það sem sögu? Já, við vorum bara að stúdera það eins og við fórum að stað. En kojan, herbyggið sem koir í, hún er læst, það er ekki að komast þar inn. Já, Unnsteinn, bróðurinn minn, sagði mér það er mitt, því að hann hefur aðeins verið að vinna hana, að hlaða og þeir eru búið með annan helminginn, sem sagt, á vegnum og það er bara aðalega vegna þess að skálaverðirnir eru þetta er þeirra afdrepp og þannig að þeir sofa þann inni, sko. Er opinbera skýringin en er það já, einmitt, já.
En hann hefur aldrei fundið neitt þarna, sko. Nei, en það nefnilega málið, þetta svo mikill friður þarna og þú veist, það alveg fullt af gæsum. En skoðaðirðu í einhverju gestabækur, eða? Já. Já, varstu eitthvað þar? Nei, ég var svo komljós, ég var svo miklu draugaleiðangri, bara mér segja samfélag fólk, mér veit ekki einu sinni af því, sko. En það var eitthvað, það var aðalega svona, við gistum hérna, öllum hitt draun, sáum ekki neitt, sko. Já. Og meiri segja, sko, ég skannaði allar myndirnar sem ég tókum hana, bara alveg svona rýndir, sjá andlit, en það var ekki neitt. En það náttúrulega með kaffið. Það var það sem ég upplifði. Já. Mér fannst það þannig að það var verið svona friðsælt, það var enginn að reyna að kirkja þig eða murka eitthvað úr því lífið eða henda þér út eða toga þig eitthvað. Nei. En það var samt þarna, það reyndar svona nóttina, þá vaknaði ég til þess að fara út að pissa, sko, og var aleinn og fór út að pissa, sko. Það var eftir göngutúrinn. Já. Þetta er greinlega mjög löng nótt. Nei, en þá leið mér ekkert vel, sko, þú veist, að vera nátti. Þá var ég bara einhvern veginn, þú veist, þá var ég náttúrulega bara á náttfötunum, skilur, þú veist, og kannski meira svona berskjaldaðri, en þá fékk ég svona alltaf ónætt. En var þetta í björtu? Þetta var bara sumarnótt, sko, bara alveg dásaleg sumarnótt. Og engin þoka, ég hugsa það. Engin þoka, nei, það var ekki þoka, við vorum svo með veður þarna, sko. Ég nefnilega ekki komið þetta, þú ert náttúrulega nánast komin upp á hálendið þarna. Já, bara þú komin upp á hálendið, sko, þetta alveg bara, þetta milli jökla. Já, þetta upp við sunnanverðan Langjökul, ekki? Já. Förum aðeins meira í hálendið vegna þess að við gerðum eitt þátt Reynistaðabræður. Já, þannig við verið sér þarna bara þessu svæði líka. Já, það er hægt að labba meira sér þannig úr Hvítanesi. Ég held að sé eitthvað svona gönguferðir, ekki? Svona draugaferðir einhverjar. Þú það kíkja upp á Kjöl. Kjalvegur hinn forni, hann liggur ekkert svo langt frá Hvítanesi. Hvort sem hann liggir hreinlega ekki bara hlaðið, já. Það er reyndar talað stundum að það sé umgangur á hestum eða heyrist. Hófa, eins og sé að koma mikið af fólki í hlað, sko. Já, af því að hann fer þarna En þeir fóru sem sagt þarna í þetta frábærlega úthugsaða ferðalag eða þannig að sækja sér nýtt fé, bændur á Reynistað og þeir fóru synirnir tveir fullorðnir menn og Einar og Bjarni sem voru tvítugt og sennilega fermingu. Já. Og það er alltaf þótt svolítið skrítið af hverju, og einhvern veginn ekki neinn sérstök skýring fundist á því, af hverju sendum það stundum að tala að hafi verið 11 ára. Já. Þannig að en það var einn maður sem fór með þeim sem héti Jón og var kallaður Austumann. Og hann þótti karlmenni mikið og góður í svona svaðilförum en hann var harður maður í skapi. Þeir fóru af stað 7. nóvember yfir, þess að lögðast, en það fáranlegu tími. Það meiri sé bara núna, ég held að sem meiri sé núna jeppum, sko, þykir það ekki gáðilegt, sko. Já, engum þetta í hug, sko. En það allavega til saga, af, það eitthvað maður sem að býr á Hryggjum, sem ég veit hreinlega ekki hvar á einhvers staðar þarna í Skagafelli. Hann heiti Jón líka, sjálfsögðu, og kallaði Sterki. Hann átti ómegð, hann átti mikið af börnum og var frekar fátækur. Þessi Jón Austmann, hann var leiðilegur við þennan Jón Sterka og sagði að hann væri skuldugur, hann ætti ekki, hann bara kallaði hann fátækan í rauninni, þú skuldar nú allt og þeir einhvern veginn fara að takast á eða svona fara eitthvað að rífast og Austmann býður hinum í krók. Í slag. Já. Og þá segir hinn, viltu ekki frekar glíma? En Ragnheiður og Reynistað, þess að mamma þeirra þarna, bræðrana, hún var þarna og biður þá að fara og ekki að slást. Þannig að það varð ekkert úr þessari viðureign, en það var óvild með þeim síðar. Svo það þannig sama vetur, þá á öndverðri jólaföstu, þá Jón á Sterki eitthvað að huga fé sínu af því að þeir voru lagðir að stað þá á þessum tíma. Þannig að þetta þeir eru eitthvað svona andlega óvildartengingu, þessi menn, þessi Jónar. Hann fer út að sækja féð sitt þarna eins og venja var til og konan hans bara inni og það kemur svo mikið óveður að þó að Jón ætti forystu sögugóðan þá fékk hann ekki féð heim. Hann kemur ekki á móti og hann fannst alltaf eins og það stæði maður á móti fénu og varnaði því leið. Og allan óttina var hann þarna úti
Jón sterki og reyna að koma fénu heim og ekkert gekk. Heima var þess að Guðbjörg konan farin að óttast hann. Beljan var orðin vitlaus, öskraði og sleit sér lausa og hún ætlaði eitthvað að reyna huga að henni og þá finnst henni eins og hún mæti manninum sínum í bænum og segir, hvað, loksins ertu komin, en þá hvarf bara sá maður. Já, og hún gat ekki kveikt kerti, gat ekki kveikt á ljósi og hún gat bara labba með henni mið, göngin á bænum og þá sloknaði alltaf á sama staðnum. Og börnin voru æpandi og beljan æpandi og þetta hefur verið svakalegt. Svona ógeðslegt. Brjála veður og kallið týndur. Og hún freistar þess að kveikja eldinn enn einu sinni og henni finnst þess að hún sjái snæjugan mann í dyrunum. Og það var ekki maðurinn hennar. Og hún sagði aldrei hafa lifað jafn hræðilega nótt. Að þegar maðurinn kemur loksins inn, heim morguninn, þá segir hann, Jón Austmann dauður. Þá var það eins og hann hefði vitað það þá, og það hefði vantarlega gerst þessa sömu nótt, að Jón Austmann sem að fór í rauninni frá bræðrunum, frá og ætlaði að berjast fara til byggða og sækja aðstoð, en dó á leiðinni. Fannst í rauninni aldrei líkið á honum, nema hendin á honum, sem mjög ógeðslegt líka, og skrítið. Hvernig dettur hendi að manni? Hann hefur við einmitt í þessari ferð okkar við fórum svona söguslóðina, lögum á eitthvað svona og ég held, þetta svona aldrei brútal, hann hefur dottið í blöndu og bara í öllu veltingnum í jökulánni, bara slitna allir í sundur. Já, allavega fannst ekkert á honum. Nema þessi hendi, já, í ylvetningum. En hún var í rauninni samt á landi, hún hefur einhvern veginn skolað. Já, hún fannst kannski tóaði eitthvað, verið að bera þetta eitthvað svona, Já, reyndar. Það séns. Já, en hefðu þú ekki nagaðan allan? Ekki nema hún hefði verið alltaf. Kannski borða hann restina á hann. Kannski var hann borða hann allt nema hendi. Kannski var þetta bara alveg, það er bara sött og bara ég vil ekki sjá þess að hendi krumlurnar, það er svona bara fátækarbitin, Já. Það var að því að vettlingur var á. En hugsa samt að vera þessi grasakerling, var það ekki grasakerling sem átt að hafa fundið vettlingin? Eða Karl, ég man ekki hvort það var, það var eitthvað sem var að leita, hérna er þessi fíni vettlingur. Já. Nei, við vorum að hugsa það þegar hún er að fara með hendina til byggða í pokan. Já. Svona eitthvað að vera með hann svona. Hluta af manni, já. Með fjallagrösunum bara. Já, þessi maður, þessi Jón, svo fer hann til kirkju á Reynistað og hún spyr alltaf, hún Ragnheiður, mamman, segir alltaf, veistu eitthvað því hann var greinilega eitthvað svona tengdur, aðra máttaveldum eða eitthvað og hann var búinn að segja það áður, ég held að þeir komi ekki aftur og svo segir hann við hana í þetta skipti eftir þetta gerðist, þá segir hann, ég held að Jón Austmann sé kominn til andskotans og þá spurði hún ekkert meira það konan, en hún þessi vísa sem er í klettaskúru kreftir báðir en í tjöldum áður þar allir vorum félagar sem sagt, hún stundum höfð eftir þessum Jóni sterka að hann hafi í rauninni, Einar hafi kveðið þessa vísu fyrir hann í svefni en hann einhvern veginn vildi meina það en ég held að hún hefði svo sem vitað það kannski þá en þeir náttúrulega, það hefði geta kannski, ef þeir hefði ekki lagt að stað, þá hefði það alveg verið möguleiki að þeir væri bara í öruggum höndum hinum megin, þó að það væri orðið svona áliðið, sem þeir hefði náttúrulega alltaf að gera. Já, auðvitað alltaf að gera það. En hvað hefur þetta verið, þú veist, að koma heim, en það maður veltiði fyrir sér bara af hverju, þú veist, voru þeir að leggja bæði það, voru þeir að leggja stað, að norðan, suður, og af hverju lögður að stað að sunnan, norður, af því að það var legið í þeim að stoppa og vera með veturinn. Þeir náttúrulega átt að fara að sækja þessar kindur. Já. Og það tók bara eitthvað lengri tíma að safna þessu saman, að kaupa þessar kindur. Það var fjárskortur og því að það var allt búið að skera allt niður. Já, út af kláðanum. Já, en þá var bara greinilega komið svo langt fram á. Já, og þeir bara hafa viljað að komast heim. Já, það var náttúrulega ekki grín kannski að hýsa þetta voru eitthvað 200 kindur. Já, þetta hefur verið slatti og örugglega dýrt, og það hefur örugglega verið legið í þeim að þeir yrðu að koma yfir, það hefur örugglega verið eitthvað örvænting, fyrir norðan, að Reynistæðir myndi bara, að þau myndi gjaldþrota, En ég heyri það einhvers staðar að honum Sigurði, hann var eldri, eða ekki? Jú. Já, honum hafi verið boðið vist, Bjarni, honum hafi boðið vist í Skálholtsskóla. Já. Eða nám, Já, hann vildi það ekki. Nei, þannig að þetta er svo oft, það er svo margt einmitt, það var búið að biðja þá einmitt og það, segja þeim þetta væri ekkert vit
alltaf þessi litlu smáatriði bara ef hann hafið, þú veist. Ef þið hefði farið nokkrum dögum fyrir, af því það var búið að vera gott veður, sko. Já, ok. Annars hefðu þeir ekki farið, þú veist, það var bara, já, það er ennþá ágætt. En eins og ég sagði, það fórum við þarna, sko, í sumar og löppuðum að beinhóli, sko. Er ykkur beinan ennþá? Já, það er beinhóli. En það er samt dálítið vonbrigði þegar við komum að beinhóli, sko. Að og reynda var þetta svona dálítið fyndið, sko, af því að þeir vorum alltaf kindabein. Já, voru kindabein, skepnubein, sko. Og málið það að þarna þessi klettaskora sem er þar voru tjöldin þeirra. Já. Og þetta er með kjálveginn forna. Já. Og svo er beinhóllinn alveg steinsnarfrá og þar var fjárhópurinn, sko, sem var bara þarna úti og fendi kaf og þeir fórust í tjöldunum, sko. En svo er það sem að eiginlega maður var að horfa á beininu, sko, og bara sagan, en svo er það svona dálítið sem trekur dálítið sjálfman af. Það var í 1970 eitthvað. Þá var farið með hlassa beinum. Til þess að endurbyggja. Já, það dregur svona dálítið sjarman af þessu, sko, þú veist, þannig að það var alls konar eins og við vorum að skoða þarna og það voru hrossbein þarna greinilega. Og manni fannst það vera svona dálítið magnað, sko. Já, en þá var það búið að taka öll beinin. Já, það var vist, þetta var bara að vera svona dálítið túristaattraksjón, sko, og því þessi saga er svo greift inn í þjóðarsálina, sko. Já, þetta var náttúrulega bara, náðu sér í minjagreipi það voru, sko, málaferli vegna þess að það fundust náttúrulega ekki líkina af þeim. Nei, einmitt, og svo náttúrulega svona grunnur sækja fólk til saka í mörg ár eftir þetta. En ég sem sagt bað Lúkas að, ég sagði bara það er úlingur og svona tvítugur, þú veist, þeir liggja saman í snjó og þeir eru með húu og það var einmitt talað að það hefði verið grænar held í húurnar þeirra sem að var eitthvað svona bannlitur í ættinni. Já, var eitthvað svona bóða ógæfu eitthvað. Já. En já, þeir eru þarna. En mér finnst þessi mynd alveg hreint rosaleg, sko. Og Lúkas nær alveg sko bara, þeir eru minni sér líkir. Maður sér alveg þetta eru bræður. Já, einmitt. Þannig að það er svona og bara eitthvað maður finnur alveg, maður langar bara dálítið til þess að rétta höndin og bjarga þeim, sko. Já, þeim er kalt, sko, þótt þessi svörtbíl vind, sko, það er þeim fyrir kalt. Svo er önnur, það gengur ekki nú hratt hjá mér, þetta er svolítið sérstum mynd, þetta er sem sagt fjöldagröf, af því við ætlum að fara yfir í pestir. Já, það er viðeigandi. Já, það er viðeigandi. Við erum búin að taka fyrir bæði svartadauða og við erum búin að taka fyrir spænsku veikina. Já. Í spænsku veikinni, það er náttúrulega bara 100 ár síðan það var og það er eina fjöldagröfin í rauninni sem er ennþá, hún er í Hólavalla kirkjugarði, eina fjöldagröfin sem er til, en það voru náttúrulega fjöldagrafir í svartadauðanum vegna þess að það er náttúrulega miklu lengra síðan, það er alveg 600 ár og kannski ekki svona skriffinnskulega séð auðveldara. Já, það er í rauninni, sko, það er ekkert mikið til af heimildum, þetta koma 2 bylgjur 1402-4 og svo aftur, þú veist, 1490 og eitthvað, þú veist, það er alveg í lokin, það er næstu 100 ára milli. En og það er, sko, skráð, eða hvað segir maður, það er svona tölfræði, það er engin tölfræði til almennileg, því að heimildirnar sem eru, sem við höfum rauninni bara einhver frá klaustrunum, því það var aðalega þar fólki sem að var að skrifa. Já. En það er samt talað að það gefi kannski ekki alveg rétt að mynda því vegna þess að í klaustrunum voru þú veist, prestar og fólk sem að sinnti sjúkum. Þannig að mögulega það er að tala að þú veist, það er talað að nokkrum stöðum Kirkjubæ og Þykkvabæ og klaustri og eitthvað svona, það hafi eyðst 3 sinnum í rauninni, þú veist, það hafi dáið allt fólki 3 sinnum, þú veist, ekki sama fólki náttúrulega, þá kom nýtt og svo dó það líka. En þannig að bara tók af já, það er spurning hvort að sé, þú veist, raunhæft rauninni, eða þú veist, hvort þetta hafi verið, þú veist, því út frá því ef þú ímyndar þér að það hafi gerst á öllum bæjum, að þá er það í rauninni kannski ekki alveg raunhæft. Nei, einmitt, hvaðan kemur þetta fólk, sko, hvað kemur nýja fólkið? Já, og hvað, þú veist, voru allar sveitir svona eða ekki, en það er líklegast að það hafi verið skráð niður mest bæði þar sem að fólki var skrifandi og þar sem að, það sem að kannski var óeðlilega, eða þú veist, óvenjulega mikið. Og það er svona, það er helst, það er frétt næmast hjá því sem að, þessi mest gerist, sko. En það var mjög oft þannig að, þú veist, presturinn alltaf, og svo var verið að biðja,
þú veist, og það var verið að messa, var í rauninni eina leiðin, hvað eigum við að gera í þessum faraldri? Já, við skulum messa svolítið meira. Já, við skulum öll hittast. Við skulum öll hittast. Við þekkjum þetta náttúrulega vel, núna það bannað. Kissir alla og dreifir þessu bara vald. Já. Þannig að þetta var þeirra leið til að... En hugsaðu, þessi sjúkdómi, þú veist, plágan var vist alveg rosaleg, sko. Bara, þú veist, einkennin og já, og meðgöngutíminn er rosa stutt. Já, bara vika eitthvað. Eða hvað var það? Það er ekki það, sko, því að það er... Þó að það er talað sko, þó að færi 6 eða 7 til kirkjunar með þá dauðu, þá komu ekki aftur nema 3 eða 4. Já. Þeir dóu sem að tóku öðrum grafir og fóru svo ofan í sjálfur. Já. Þú veist, þannig að það er bara 3 menn að 4 menn grafa gröf og helmingur þeirra fer ofan í hérna sjálfur. Já, þetta er rosa afföll. Já. Og svona bara hver til í að grafa Jónas og Grönd þetta er eitthvað. En þetta hefur alveg verið alveg þint. Bara, þú veist, náttúrulega vitum við bara erlendis frá, veist, og það er náttúrulega, sko, þetta er búið að rannsaka þetta og út í London finna, sko, plágupittir reglulega, sem er bara, þá hefur þetta verið bara búin til hóla og bara öllu hendóni og mokað yfir í ykkur örvætningu, sko, og svo verið einhver svona, kemur einhver sakleysa út í rósarina. Það er einmitt að uppi með allir þessi lík sem fara svo bara að lykta og þú hefur ekki mannskap til að koma þessu frá bænum, þetta er bara, Nei, og svo náttúrulega, það hefur, ég er alveg viss það hefur örugglega pottþétt gerst að fólk hefur bara dáið allt á bænum, sko. Það hefur ekki verið neitt eftirlifandi. Já. Og hver kom svo þangað? Og þá þarf einhvern veginn að, við skulum búa hér, frábært. Fyrst þurfum við að taka líkin af öllum hinum. Heppin við, við skulum moka hérna út og... Auð í jörð. Já, auð í jörð. En svo er verið að tala það, sko, það er oft það sett fram sem skýring á svona eyðisveitum. Já. Að það er tekið það út á pláunni. Meðal annars er það oft talað Langavarsdal, skammt frá, að hann hafi eyðist í pláunni, sko. Þú veist, en það getur líka þess að vera bara slæm tíð og þú veist, sem getur verið. Það þarf að geta kólna margar gráður til að þessi komið upp fyrir snjólínu, sko. Já, nákvæmlega, þetta hefur verið erfitt annað veturinn, sumar hefur verið kannski stundum, kannski kom bara ekki sumar. Og þú veist, það getur verið þannig. Og bara erfitt þú veist, en þetta var svona oft nota þetta sem dæmi að þetta fólk hafi dáið. En þetta breytti samt rosalega landa tilhögun, sko. Þú veist, það getur farið í eyði í rauninni vegna þess að jarðnaði losnaði annars staðar. Já. Þú veist, vegna þess að þú ert kannski með fullt af fólki og það er orðið of þröngt. Já, við skulum fara upp til heiða og búa þar að því það er ekkert pláss fyrir okkur. En svo losnar allt í bara 50% á jörðum. Já. Og þá bara, heyrðu, við getum bara dreift okkur upp. Já, og þeir búandi upp í fjöllum, ykkur afskekk, bara lifa af og svo bara góðsend tíð, það bara hrundi. Já, lifa af að það var svo afskekk. Já, við bara eitthvað komið niður, þannig komið skýring á klaustrunum. Nei, þetta hefur verið. Það var heilmikil tilfærsla á eignum, bæði það vegna þess að fólk var í einhverju örvæntingu að gefa kirkjunni eignirnar sínar vegna þess að það vildi reyna að bjarga sér og líka bara það að allt í einu ertu okkur fjarskyldur og ættingi sem að erfði. Þú veist, þegar heilu fjölskyldurnar eru dánar, þá er þú allt í einu komið með, þú veist, þetta er mjög áhugaverð svona félagslegt áhrif af þessu, sko. Það hefur örugglega verið bara svona rétt eins og í dag. Þú veist, það hafa verið samfélagsbreytingar örugglega. Þú veist, hvernig við eiginlega erum að fungera í heiminum, sko. Og maður er að heyra líka svona sögur af því að það hefur verið vinnufólk. Þú veist, það voru allir ættingjar dánir að bara látum bara uppáhalds húskarlinn fá það bara hann Já, sem átti kannski enga möguleika á að fá að gifta sig eða eignast fjölskyldu allt í einu bara stórbóndi. Já, bara, þú veist, einu bretti bara leikur á bæn og þakka fyrir. Þetta verður svona, þú veist, allt eða ekkert, annarkvort deyrðu eða þú getur orðið bara ríkasti maðurinn í sveitinni. Já, svo veltir maður því fyrir sér. Ok, við allt sem við erum búin að tala um. Þegar svona plágan kemur, við þekkjum það líka COVID, við erum að heyra fjölskyldum, helmingur fær COVID en helmingur ekki, sko. Það hefur örugglega verið eins þarna, fólk hefur einhvern veginn verið tengt að það hefur verið einhvern veginn mynda mótstöðu gegn sjúkdómnum. Já. Og svona sloppið, þú veist, bara af hverju. Svartidauði er ennþá til. Hann er ennþá til. Já. Og það kemur alltaf upp á Madagaskar öðru hvoru. Já, það. Já, það er eitthvað svona pláu sísón. Já, mér finnst það pínu ógulegt, sko. Já, mjög ógulegt. Það var einmitt verið að benda á þetta. Það er tilbúluefni. Er tilbúluefni? Já, það er tilbúluefni. Úff, það er mjög léttir. Já, það er mikið léttir. Það er síðasta myndin og ég ætla ekki að tala mikið hana vegna þess að Grýla fékk heilan þátt. Nú? Þegar við gerðum Jóhannes úr köttlum ég leit nákvæmlega í hlusta hann. Já, og þannig að við þurfum í rauninni ekkert að segja mikið það en Grýla er bara ótrúlega spennandi myndefni. Já. Þú veist, þannig að ég sagði bara, ég lét hann fá bara alls konar þar til svo margar ólíkar lýsingar
þú veist, það þetta með halan og hornin og þú veist, svona mikið af hökum og eyru niður og þú veist, það bara, já, nefndu það bara. En hún í rauninni bara svona lifandi þjóðsagnapersóna. Og ennþá, heillafólk, það bara verið að Þrándur málaði fyrir nokkrum árum, bara Þrándur málari, bara svaka portrett af henni, sko. Og hvað, var hún flott eða var hún? Hún er rosaleg, sko. Þú veist, hún heldur á barni sem hún að gæða sér á, eins og nútíma kona myndi halda á læri frá KFC, sko. Það alveg svona, þannig að þetta alveg svakaleg, sko. Já, þannig að hún heldur alveg sínum sér, einkennum sér. Og við erum eitthvað heilluð af henni, sko. Það því okkur finnst viðbjóður svo spennandi. Já, ég veit, svo sérstaklega svona eitthvað. Það ekki bara við. Það allir að búa til glæpa hlaðvörp í dag vegna þess að við erum bara mjög heilluð af mannáti og bara alls konar. Já, því ógeðslegra því meira, sko. Þetta er alveg hrikalegt, sko. En það í rauninni, sko, en það minnst það bara frábært hvað búið að halda henni í rauninni á lofti frá landnámi því að henni að getið í Snorra-Eddu. Já. Og hún einhvern veginn af einhverju fólki, sagnakonum og karla ljóðskáldum og alls konar, þá hún allavega enn á lífi í dag. Hún ekkert á útleið. Nei, eins og sko, ég held ekki. Og ég veit að útlendingum finnst hún líka, þú veist að ferðamönnum, já. Þannig að það alveg til svolítið af svona ógeðslegum jólahefðum í kringum okkur, sko. Já, og nágrannalöndunum, sko, þú veist þannig alls konar, þannig að við eigum, það eitthvað svona. Það tækifæri, það viðskiptatækifæri í grílu. En Leppalúði Karlanginn, hann svona ekki smikið teiknaður. Nei, hann ekki, það náttúrulega lengar lýsingar á honum, hann svona óttalega trú eitthvað. Já, bara svona. En svo ég held að hann sé með drómasýki. Já. Það eitthvað á honum, eða þú veist, hann þyrfti að fá okkur lyf eða eitthvað. Já, einmitt. Held ég, honum líður ekki vel. Það þarf að heimsækja þetta heimili. Það eitthvað annað. Það þarf einhverja frá félagsþjónustuna að koma að kíkja á það. Já, þetta er samt alveg magnað, hvernig þetta hefur svona fyllt okkur og við erum öll svona, þú veist, syni mínir voru báðir alveg skítrættir þarna, sko. Já. Þannig að ég meiri segja, sko, því að yngri strákurinn minn svona kannski að hann svona aktífur og þú veist, þú hefur svona gaman að því að gera pabbi sinn gráhæran. Samt ógeðslega fyndinn, bara tekka fram, ég elska þetta barn alltaf. En ég ákvað að gera svona smá grikk þegar maður búin að vera svona ekstra óþekkur og fór út og bankaði gluggann. Nei. Það var hræðilegt. Hann hefur sofið upp í síðan. Nei. Yðurlegaður hann. Yðurlegaður hann. Já, bara held það. Þú veist, og Grýla, þú veist, bara, hún ekki nefnd, þú veist, því að hún hefur bara svona ákveðna virðingu. Já. Og við skulum bara passa það að gera hann ekki reiða. Já. Og það meira svo horft svona til fjallastundum, sko. Þannig að, þannig að pappavelunin fara til. Pappavelunin, þau eru í pósti. Já, þau eru í pósti. Já. En þetta komið gott, við erum búin að tala miklu lengur en ég ætlaði. Ég kenni mér Það er svo gaman. Ég veit það svo gaman. Það er svo gaman að tala um morð. Já, það er svo gaman að tala um morð og viðbjóð og hræða börn. Það náttúrulega gengur allt út á það. Hræða börnin, en ekki. Já, okkur sjálf kannski. Já, en ég segi bara, þú veist, við erum hérna inn á Spotify, við Anna, ekki þú, ekki ennþá. En þetta fer nú örugglega þangað líka. Já. Og svo erum við bara með Facebook síðu og þú veist, þar þetta að fylgjast með. Já. Því skrýtna sem við gerum. En þetta nú orðið auðvelt að finna þetta líka, sko. Já. Bara þetta alls staðar. Já. En ég að vona að við förum nú að gera nýja þætti. Já. Með hækkandi sól. Það er alltaf best að gera það þegar það myrkur og vonleysi, en. Já, einmitt. En við skáum þetta vonleysið haldi ekki bara áfram. Það heldur kannski áfram. Já, það er svona, já. Það er ennþá vonleysið gangi. Við segjum bara takk í bili. Takk fyrir að mæta. Já, bara takk fyrir mig.